langar til að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna undanfarin ár sem svona byggði upp í byrjun á því að skoða möguleika á því að framleiða mjög sterkt efni til þess að nota í hefðbundnum iðnaði eins og við köllum hann. Það er að segja iðnaði hérlendis sem að byggir á sjávarútvegi og síðan jarðvinnslu og slíkt, en tók síðan svona annan vinkil sem okkur hafði ekki dottið í hug en gæti gerst, en nýsköpun er alls staðar og þarna var greinilega svona nýr vinkill sem okkur hafði ekki dottið í hug en öðrum datt í hug sem horfði á þetta svona utanfrá öðrum augum. En við þekkjum öll sjávarútveginn okkar, við vitum það að botni fiskar er það sem við veiðum helst og við notum botntroll til þess og til þess þá þurfum við toghlera. Toghleraarnir þeir fara niður, þeir sjá um að opna veiðarfærið og þeir sjá líka um það að veiðarfærið haldist niðri. Og þetta eru mjög þungar græjur og nuddast við botninn og það sá hluti toghleraans sem nuddast við botninn hann verður sett fyrir mikilli áraun og slitnar mjög hratt. Og hérna hægra megin sjáu þið þessa hefðbundnu toghlera skó og sjáu hvernig þeir hafa slitnað og jafnvel á 1 viku, 2 vikum að þá verður svo mikið slita að það þarf að skipta um. Og í samvinnu við Málsteypu Þorgrím sem við höfum unnið með mjög farsællega í mörg ár að þá var sem þróuð íslenskt efni sem kom þá í staði fyrir þessa toghlera skó og það er þetta sem þið sjáu hér neðri hlutanum á myndinni. Og þegar við töldum okkur vera komin svona nokkuð vel áleiðis og vorum komin með 300% aukningu á lifitíma sem þýddi það að skipið það þurfti að skipta um skó 3 sinnum sjaldnar heldur en áður. Þá töldum við okkur góða en síðan fórum við í verkefni sem ég ætla að kynna aðeins fyrir ykkur sem að hjálpa okkur til að ná enn betri tökum á þessu og við erum komin upp í 4-falda endingu á þessu og allt er grænt sem vel er vænt vegna þess að þessir manganstálskór sem að fara undir venjulega þeir eru með svona 15-20% af þungmálmum sem enda á hafsbotninu hjá okkur en hinnir íslensku nýju skór þeir eru með 1% af þungmálmum þannig að það er verulegur sparnaður bæði fyrir umhverfið og síðan fyrir framleiðsluna. Nú við fórum í samstarf við háskóla í Slóveníu og rannsóknarstofnun í Luxemburg þetta efni okkar, af því að þetta er hvergi framleitt nema hér. Og þeir gerðu fyrir okkur staðlaðar prófanir á slitþoli þessara efna og báru það saman við þetta manganstál sem er talið það slitsterkasta í heimi í fræðiritum og einnig hardox efni sem er mikið notað af öllum í málmiðnaði til slitþols. Og þið sjáu þarna þessu línuriti hvernig þessar niðurstöður í háskólanum í Slóveníu komu út varðandi hardox og mangan, það eru þessar dökkgráu súlur og síðan þessar íslensku efnablöndur sem við erum þá með hérna vinstra megin á grafinu. Og við sjáum hérna fyrir það sem við köllum 2C3 að þar varla mældist slit miðað við hitt og við erum að tala þarna sönnun á þessu 4-falda aukningu í slitþoli sem við talaðum áðan. Og erum jafnvel konir ennþá betur. Þannig að þegar við horfum á þessar niðurstöður þá hugsaum við toghlera, þegar að samstarfsaðilar okkar horfum á þessar niðurstöður þá hugsaum við þeir sportbíla. Og þá fór nú vandasmáli vegna þess að við höfðum jú ekki áhuga á því að skoða það mikið vegna þess að við framleiðum jú ekki bíla og höfðum ekki hugsað okkur að þetta efni gæti enst í það. En háskólinn í Slóveníu, hann er að vinna með einum fremsta framleiðanda bremsubúnaði í heiminum fyrir stóra sportbíla og þeir vinna með þessum stóru aðilum eins og Lamborghini, Ferrari, Bugatti og öllum þessum frægu nöfnum og eru að búa til bremsur fyrir þessa bíla og þeir fengu gífurlegan áhuga á okkar efni og vildu fá að fara með okkur í svona smá samstarfsskoðun á því hvort að þetta íslenska efni gæti nýst í bremsubúnað í slíkum farartækjum. Og þá förum við að horfa dálítið til miklu dýrari efnasambanda heldur en við höfum gert í sjávarútveginum og jarðefnavinnslunni sem ég talaði áðan og förum að tala keramísk efni. En keramík er efni sem er framleitt á mjög dýran hátt í dag og er dýrt efni en hefur líka alveg ótrúlega gott slitþol og hentar mjög vel í allt sem er þarf að vera og endast mjög vel. Og til að gera langa sögu stutta að þá prófuðu þeir og hafa verið að prófa okkar efni miðað þá við þessa keramík samsetninga sem eru taldir eiga framtíð fyrir sér í bremsum og þeir sjáu hér dökku gráu súlurnar aftur
að hægra megin eru þessir keramíksamsetningar sem þeir hafa verið að prófa og vinstra megin eru efnið okkar. Og það kom okkur alveg gífurlega á óvart að stálið okkar eða járnið, þetta svæðisbundna járn sem við erum að framleiða, að það kom út með mjög mikilli bætingu miðað við þetta keramíska efni sem hefur verið að nota. Og þar af leiðandi þá núna verið að setja upp í Slóveníu raunverulega prófanir á því að nota tollera skósefnið okkar, ef við megum segja sem svo, þetta svæðisbundna segjárn, til þess að setja í þessa sportbíla, þessi stóru mótorhjól. Og þið sjáu hér á myndinni vinstra megin í horninu þennan hita sem myndast við bremsur, vegna þess að náttúrulega allur skriðþungi hreyfiorka bílsins, hún verður að koma út í hitaorku í gegnum bremsukerfið. Og keramík sem hefur verið notað og menn vilja helst nota í þessa bíla leiðir gífurlega illa hita. Þannig að einangrun verður mjög mikil og þar af leiðandi verður þessi hitamyndun svona gífurlega að menn hafa verið að mæla jafnvel allt upp í 1200 gráður í bremsubúnaði bíla. Og það þýðir það að fyrir það fyrsta þetta náttúrulega hiti sem þú vilt alls ekkert hafa nálægt bíl. Og öðru lagi þá þetta þannig að leið og hitin eykst í bremsunum þá minnkar bremsuhæfnin og getur jafnvel orsakað að bíllinn verður bremsulaus. Þannig að járnið okkar leiðir gífurlega vel hita. Það málmur sem leiðir mjög vel og þess vegna fyrir utan slitþolið að þá hann talinn miklu ákjósanlegri af þessum aðilum, samstarfsaðilum okkar í þetta heldur en keramíkin. Nú, við höfum verið svo heppin að við höfum notið mikils góðsvilja í þessu. Við höfum fengið styrk frá Tækniþróunarsjóði í mörg ár og svo höfum við líka verið með 2 Evrópuverkefni sem við höfum rekið samhliða þessu til þess einmitt að skoða hvort að þetta segjárn sem íslenskt og bara hægt að framleiða hér hjá Málmstöðvar Þorgríms, hvort að það geti verið þessi valkostur að komast inn í bílaframleiðslu í Evrópu. Ég þakka fyrir.